Næst ætlum við að tala við hana Soffíu Vagsdóttir sem skrifstofustjóri á fagskrifstofu grunnskóla á skóla- og frístundasviði borgarinnar. Vertu velkomin, Soffía. Takk fyrir. Þetta ekki smálega spennandi tímar hérna. Svo margt að gerast og sjást. Já, má ég bara byrja? Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Sko, þegar á að fara að hanna nýja skóla, þá alltaf rosalega spennandi tímabil í gangi hjá okkur. En mér langar kannski að byrja á því að segja frá því að það ekki svona 2 ár síðan að við samþykktum nýja menntastefnu. Og menntastefna Reykjavíkurborgar, hún heitir þessu fallega nafni Látum draumana rætast. Og það varpa kannski upp þessari glæru þar sem við sjáum öll þessi litlu merki sem eiginlega að lýsa stefnunni hvernig við viljum sjá hana. Skólinn fyrir alla. Við erum með gríðarlega fjölbreytt skóla- og frístundastarf og þessi stefna var búin til eiginlega af mörg þúsund manns. Börn, kennarar, foreldrar, háskólasamfélagið, atvinnulífið, listamenn, jafnvel erlendir ráðgjafar koma að þessu með okkur þannig að við erum alveg gríðarlega stolt af þessari stefnu. Hún gildir til ársins 2030 þannig að okkar skóla- og frístundastarf hverfist eiginlega bara allt þessa stefnu. Í þessari miklu vinnu þá komum við okkur saman það væru svona 5 lykilþættir sem við vildum leggja áherslu á. Auðvitað erum við með aðalnámskrár sem við vinnum eftir bæði leik- og grunnskóla og flotta frístundastefnu sem við vinnum líka samkvæmt. En við komum okkur saman þessa 5 þætti sem eru félagsfærni, heilbrigði, sjálfsefling, sköpun og læsi. Og þessi þættir hverfast eiginlega inn í okkar starf allt saman. Og það líka gaman að segja frá því að við erum með flotta heimasíðu sem heitir bara mentastefna.is þar sem má vita allt þessa flottu stefnu fyrir utan að það alveg gríðarlega mikið magna af efni sem kennarar geta sótt í, hugmyndabanki sem kennarar, starfsfólk og frístundafólk hefur verið að búa til og leikskólastarfsmenn og stjórnendur. Og við ætlum að fagna 10. maí, svo ég segi það nú, þá verður risastórt mentastefnumót sem það sem allar staðstöðvar hjá okkur verða í fríi við að fræðast og mennta sig saman á stórri svona netráðstefnu. Þannig að það verður hátíð í bæ hjá okkur þá. En mér langar að koma aðeins að þessari þróun sem núna við erum búin að fá svo frábæra kynningar á hérna í dag, nýjum skólahverfum og nýjum bara samfélögum, að þá það þannig að við erum auðvitað búin að sjá mjög breytt bara samfélag. Það sem það kallað eftir miklu meiri þjónustu af kerfunum. Við erum að leggja áherslu á það að börnin okkar komist sem fyrst inn á leikskóla, við miðum við 1 árs hérna og það verið að vinna hörðum höndum að því. Og við erum að þjóna börnum, yngri börnunum, vel í gegnum skóla- og frístundastarf til þess að foreldrar geti verið öruggir í sínu og áhyggjulausir í sínum störfum og það sem þeir eru að fást við að þetta rosalega mikil breyting sem við erum að bregðast við. Og ef við komum svo inn í hverfið, þá sjáum við þessi mynd við birst hérna nokkur sinnum í dag, en ég setti þarna gamla gula hringinn sem sá skóli sem við erum kannski komin svona næst í að vera að velta fyrir okkur. Það skóli þarna sem hvað maður að segja, hérna á að þjóna Vogabyggð og þarna hjá á Snarfarasvæðinu. Ótrúlega spennandi svæði fyrir skóla vegna þess að þetta stórt grænt svæði, þarna eru náttúruminjar í botni þessa vogs þarna, þannig að við sjáum þetta í hillingum með kajaka og alls konar ævintýr. En við kemum svo inn í þessi nýju hverfi þar sem eru 3 rauðir hringir. Það hefur líka verið minnst á það að þarna eru skólalóðurnar í hverfunum. Litlu rauðu punktarnir, þeir eru ekkert endilega rétt staðsettir, það var minnst á hérna áðan að þessi þjónusta sem verður fyrir 1 árs til 3 ára börn, hún gæti alveg verið bara á jarðhæð í blokk eða einhver íbúðarhúsnæði. Þetta hugsað sem að þjónusta við langyngsta hópinn verði sem næst fólkinu og heimilunum, en síðan nyrðri og syðsti hringirnir 2, þetta eru skólar fyrir 4 til 9 ára börn. Og við höfum séð það að það eru svo mikil samlegðar áhrif fyrir þennan hóp vegna þess að við horfum bara á skólalóðurnar, við horfum á skipulagi inn í skólanum, við horfum á leikinn og þjálfunin í félagsfærninni og það hvernig við erum að sinna þessum yngsta hópi. Þetta mikil samlegð fyrir þennan aldri, kem aðeins betur á því á eftir.
við erum líka að sjá að þetta rosalega spennandi þessi nýja hugmyndafræði. Það að segja að byggja þétt en að vera með svona fallegt, grænt, skapandi umhverfi sem áreiti fyrir börn og fullorðna, bæði fyrir upplifun og líka fyrir svona hreyfingu og útivist. Og við í skólunum, við erum að sjálfsögðu á fullu að taka þátt í að skipuleggja græna planið, taka þátt í græna planið, taka þátt í að innleiða heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Við viljum að börnin hreyfi sig. Það alveg nauðsynlegt að börn gangi til og frá skóla, að börn geti hjólað eða gengi á auðveldan hátt og geti verið þar örugg, bæði vetursumar, vor og haust, og við viljum að börnin séu óhrædd þar sem við fara og njóti sín og geti séð eitthvað skemmtilegt og forvitnilegt á leiðinni líka. Þannig að við erum rosalega spennt fyrir þessu nýju hverfum af því við sjáum, og ég bara búin að sjá það þessum kynningu, hvað hugsað fyrir mörgu líka út frá börnum, sem dásamlegt. Bara aðeins að hnykkja á þessu, við erum sem sagt með að hugsa svona, hvað sem 3-4 torfur, 3 kannski. Það ungbarnaleikskólarnir frá 0 til 3 ára, þeir geta orðið 2 til 3, það 2 til 3 svona skólatorfur sem frá 4 til 9 ára, eftir í hvað við tökum stórt upptökusvæði og eftir í hvað fólk duglegt að eiga börn líka. Og síðan það skólatorfan fyrir 10 til 15 ára unglinga og þetta auðvitað ofsalega mikilvægt fyrir skólana að fá að vera svona virkir þáttakendur í því að móta hverfið, af því að við viljum líka sjá að uppgötvunarnám og þjálfunin í því að ferðast eigið umhverfi, þjálfunin í að vera með börnum út að leika á þessum opnu svæðum, hún rosalega mikilvæg af því að nám ekki bara að sitja við borð og hafa bók fyrir framan sig. Það svo ofboðslega vítt hugtak. Við viljum sjá ævintýrin á leiðinni, að krakkarnir geti hitt vá alveg út allt og þau geti hreyft sig, þau geti uppgötvað hvað þau geta og kunna og hvað þau ráða við og farið svona ögra svolítið svona óttar sínum, þjálfa seglu og hverfið allt sýnist mér vera bara að hugsa bókstaflega til þess og þessi nálægð við strönd og sjá sjóin náttúrulega alveg dásamleg. Og svo kannski bara svona til að hnykkja á þessu saman, við erum að hugsa heildræna skóla og frístundaþjónustu fyrir yngsta hópinn upp í 9 ára. Við viljum hafa nágrenni sem auðvelt að fara með börnin út, þar sem þau geta hvílt sig og sest á bekki eða klifrað eða lagst í grænan lund. Og svo þegar við komum að unglingunum að þá vitum við það að þetta gríðarlega mikill mótunartími, umhverfið í skólanum þarf að helgast af nýsköpunarumhverfi, það bráðum að koma sýndarveruleikinn á fullinn í skólana, við erum á fullu að tækni og tölvuvæðast, skil á námi að verða gríðarlega breytt, skólastofan í eðli sínu að breytast, mötuneytin að breytast, þetta kaffihúsastemning og svo lengi gert ég tali. Þannig að við erum bara í rífandi stemningu að taka þátt í þessu uppbyggingu og bíðum bara spennt eftir að við komumst nær. Við erum að vinna núna á 2 stöðum í borginni sem Skerjafjörður og Vogabyggðin, en þarna verður tækifæri til að þróa skapandi og spennandi skólastarf. Af því að skóli, hann verður heldur ekki til fyrir að það komið nægilegur massi af fólki til þess að koma inn í skólan. Þannig að á meðan erum við bara að sinna börnunum mögulega í nálægum skólum, en svo verður menningin í skólanu til í umhverfinu og með fólkinu sem kemur til með að vera þar. Þetta, svo mörgur orð, get ég sagt þetta verðandi skóla. Þakka kærlega fyrir. Þetta var mjög skemmtileg yfirferð hjá þér. Kannski svona bara beint við, getur sagt okkur eitthvað einhverja tímalínu? Það dálítið svona spurning sem að dúkkar upp í svona samhengi. Já, við fylgjumst bara með uppbyggingunni. Leið og að fara að rísa þarna hús, þá tökum við upp okkar föggur og byrjum að hugsa og pæla og hvernig skóli ætti að vera þarna og hvað á einkennast, en svo verður þetta auðvitað rosalega mikið til í umhverfinu sem að húsnæðin standa í. Já. Þannig að en við erum auðvitað að vinna eftir menntastefnunni fyrst og síðast, hún ótrúlega flott og við erum svo stolt af henni því að hún sækir svo mikið í að barnið sé í forgrunni, að við séum að virkja barnið út frá því sem að það og það geti notið sín
og byggt upp sína eigin styrkleika gegnum skóla og frístundastarfið. Það eiginlega okkar leiðiljós í þessu. Já, en að því hún kemur líka aðeins inn á tómstundastarfið, þú veist, hvað með eins og tónlistarskóla og þann hluta skólastarfsins sem maður getur sagt? Einmitt, sko, við erum alla borg í góðu samstarfi við tónlistarskóla til dæmis og þeir eru að koma inn í grunnskóla og við erum bara búin að búa til aðstöðu úr alls konar umhverfi, mismunandi góðu, ef við viljum hafa það framúrskarandi eins og í nýjustu skólanum, þá er bara gert ráð fyrir því að börnin getur farið út úr skólanum, farið í sína tónlistartíma og spila á sína fiðlu eða klarinett og svo farið bara tilbaka af því við viljum líka létta foreldrum daglega lífið. Þannig að þetta farið sem mest fram bara á dagvinnu tíma í skólaumhverfi barnsins. Já. Þá held ég að ég sleppi þér bara í bili. Takk fyrir.